Daníel Andri Halldórsson, þjálfari Þórs. Dani, ánum við komum að verkefni morgundagsins. Þetta fór ekki alveg nógu vel gegn ÍR í hellinum. Nei, en fjórleikluti gaf manni svona smá betri mynd á hvernig þetta lið mun spila seinna á tímabilinu þegar við erum búin að verka nýja leikmanninn betur inn í okkar hluti. Eftir býsna við jafna fyrri hálfleik, hvað gerist í þriðja leikluta þegar komið í skórikinum að 8 stig á móti 20 heimamanna? Sko, við vorum bara ekki að hlaupa okkar sóknarleik allan leikinn. Þetta var mjög ólíkt okkur, þetta var alls ekki líkt okkar karakter. Við erum með miklu fleiri stóðsendingar að meðaltali til dæmis. Við vorum bara ekki að leita af opnum skotmunum, við vorum bara ekki að setja nógu góðar hindranir eða keyra nógu ákveð á körfuna. Þú lítur að vera ánægð með Jónu, hún skoraði einhver 14 stig og tók slatta fráköstum, 16 fráköst. Þú lítur að vera sáttur með það? Já, hún var pínu hlédræg í byrjun en í seinni hálfleik þá fór hún aðeins að láta finna meira fyrir sér inn í teik. En hún á bara ekkert að sjá allt stigaskorið eins og kemur oft fyrir þegar útlendingar koma í þessi fyrstu deildarlið. Heldur hún bara meira að hugsa í frákastinu og varnarleikinn og hún stóð sér bara frábærlega í því í leiknum. Það var Botnliðið Vestra sem kemur í heimsókn til okkar á morgun. Við hvernig leikmegu við búast? Það er bara ekki gott að segja. Við verðum örugglega nokkuð þunnskipaðar á morgun, sýnist mér. En vonandi bara komumst við aftur á einhverja sigurgöngu eins og við byrjuðum tímabilið. Það var samt eins og við varum að tala við Kötlu Maríu áðan. Vestri hefur ekki unnið nema 1 leik, en það má ekki vera með hugann of mikið við það. Nei, það verður alveg stranglega bannað að vanmeta andstæðinginn á morgun. Og við þurfum bara að byrja að berjast frá mínútu 1. Og sækja til sigurs? Að sjálfsögðu. Það verður gaman og þetta hvetjum náttúrulega fólk til þess að nýta sér þannan kvóta sem við höfum til þess að hafa áhorfendur. Þó ekki væri nema til þess að sjá nýja leikmennin og sjá hvernig hún fellur inn í hópinn. Algjörlega, það verður 100 manns hleypt inn á morgun og vonandi koma allir 100. Við mögum svo sem ekki látið að vaka, við viljum ekki sýna neitt nema hana það er náttúrulega fullt af öðrum góðum stelpum í liðinu sem að fólk á að njóta þess að horfa á að spila körfubolta. Algjörlega, en alltaf gaman að kíkja á fyrsta atvinnumann Þórs í körfubolta kvennamegin. Það er svolítið spennandi. Þetta er eitthvað. Já, þetta verður gaman. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það.